Lárus Jónsson, þjálfari Þórs, Lalli. Á morgun, fyrsti heimaleikur vetrarins, fyrsti leikur þinn hér á heimavelli með Þór í efstu deild. Hvernig er komin fyrir í magann? Já, þetta verður stemning. Það væri gaman að fá fullt hús á föstudaginn, klukkan korter yfir 7. Ég held að verður gaman fyrir áhorfendur að sjá liðið hérna heimavelli á móti hinu nýliðunum. Þannig að þetta verður örugglega bara hörku nýliða slagur. Það nú svolítið ekki bara það að við séum nýliðar í deildinni, við ætlum að bjóða upp á ýmislegt nýtt. Mér skilst að núna ætlið þú að breyta upp á þeim nýjungum ásamt nýri og endur skipulagðri stjórn að koma og hitta stuðningsmenn fyrir leik og svona fara að síðu málun. Já, við ætlum aðeins að leggja línurnar og segja fólki aðeins frá hvernig leikskipulagið er og hvað við ætlum að reyna að gera til þess að vinna Fjölni. Sem Lalli, hvernig leik megum við búast við á móti Fjölni? Fjölni er með þeim spáð að geta gengið í vetur. Fjölnir er svona létt leikandi lið. Þeir eru með Viktor Moses sem er mjög sterkur bandaríkjamaður. Hann er svona framherji sem getur gert eiginlega allt. Júre sem er svona þeirra Króati. Hann er svona stór maður sem getur sett boltann í gólfið og skotið og svona mikið íþróttamaður. Sörds sem að spila með þeim fyrra, sem mikið skipta. Og svo er svona kannski allir mikilvægt leikmaður en sé ekki Róbert Sigurðsson. Og svo er þeim með Tedda hérna sem að búin að spila með þeim núna 2-3 ár. Þannig að Fjölnir eru með svona hörkulið. Þeir eru með mjög gott sóknarlið, myndi ég segja. Þannig að ef ekki bara búist við miklu skori og látum. Ef við svona lítum aðeins tilbaka og skoðum fyrsta leiki þá gegn þessu ógnarsterka liði Hauka sem að reyndist okkur fullt þungir í fyrsta leik. Það hlýtur að segja samt svolítið okkar lið að skora 84-5 stig á móti jafn sterku liði. Já, mér fannst við gátum alveg skorað á Haukana. Við hefum bara þurft að vera svona aðeins skynsamari sóknarlega. Við vorum að slúta sóknum svona kannski aðeins og fljótt. Þeir voru kannski 10-12 sekúndur eftir skokklukkunni og fengum þar af leiðandi auðveldar körfur í bakið á okkur. Eða töpuðum boltanum svona klaufalega. Þannig að þegar við vorum kannski búin að ná þessu niður í 12-13 stig þá fengum við þrýst í bakið á okkur. Og svo verður bara að segja þetta sér að þegar við vorum farnir að nálgast þá settu þeir oft bara Kára Jóns inn á og þá breikkaði bílið aftur. Kári var náttúrulega alveg ótrúlegur í þessum leik. Það náttúrulega var nóg fyrir að missa 4 bolta og þá fór hann í kurvuna þannig að það gekk allt upp. Já, hann bara sleppti honum og datt hann úr í. En við erum klárir í slaginn? Já, við erum klárir. Það eru bara allir klárir og okkur hlakkar bara þvílíkt til að spila fyrsta heimaleikinn í dómarasdeildinni þetta árið. Og ég held að verði bara rosalega gaman að fá bara pakkaða höll og það er svona okkar að gera höllina að vígi. Og við ætlum að byrja tímalega, við ætlum að byrja hvað klukkutímaði fyrir leik með John og félagur og Bjössi Sveins, fjarkinn okkar og fleiri. Þeir ætla að grilla og vera með alvöru veislu áður en körfubolta veislan hefst. Já, slemt að við missum alltaf á þessu. En ég meina auðvitað, allir að koma getur farið og fengið hamborgara og hitt skemmtilegt fólk og farið svo að horta á frábæra skemmtun. Þegar ég horfa á vigtina þá sé ég það er kannski bara allt í lagi þó ég missi af einni hamborgarveislu. Við ætlum kannski að skipta hlutverk einu sinni, pröfa það. Gangi vel. Takk hérlega.